Heimdallar refsistefnan að virka. Við erum með 3 frábæra framsögumenn sem hafa talað hérna eftir. Þeir alltaf sem lofa að halda ræða sínum í styttri kantinum. Þannig ég mun taka tíman og passa upp á að þeir fara ekki fram á sínum tíma. Síðan á því loknu framsögum það verða hér haldbásumræður þar sem að þeim mun gefast kostur á að skiptast skoðunum og spyrja hvernig annan spurningar. Við höfum líka fengið nokkrar spurningar af vefnum sem við viljum bera hendur á og ef að tími gefst til þá gætum við tekið hérna örfáar örstuttar spurningar úr sal. En ég ætla að byrja Jóhannes Stefánsson, lögfræðing, að byrja eins og þetta. Ingvar, svolítið. Afsakið það. Ekki með að skrifa ykkur. Ég vona bara að þetta sé nógu stórt til þess að þið sjáu það. Ég var vonast til að geta verið með þetta í full screen en þetta verður bara að duga. Góða kvöldi. Ég heiti Jóhannes Stefánsson og ég lögfræðingur að mennt og vinn sem fréttamaður á Fréttastofu 365. Ég skrifaði B.Ritgerð í lögfræði refsistefnu í fíkniefnalöggjöf árið 2011 og ég hef fylgst ákveðlega með þessari umræðu síðan. Það búið að vera mjög sérstakt fyrir mig að fylgjast með skoðunum fólks í þessum málaflokki síðan að ég skrifaði þessa ritgerð. Ég man þegar ég var að skrifa þetta að það voru sumir sem ég held að ég væri eitthvað geðbilaður að vera að skrifa þetta og í kjölfarið að benda fólki á að það væri kannski ekki alveg eðlilegt að fíkniefni væri ómögulegt sem ljósi þess sem ég hafði lært. En þetta er búið að breytast mjög hratt og ég finn það að það eru mjög margir sem eru sömu skoðanir í dag. Refsingu er ekki að beita nema nauðsyn krefji og ætla megi að hún nái tilgangi sínum. Þetta segir í frumvarpi til almennra hegningarlaga sem voru sett árið 1940.
Refsistefna í fíkniefnalöggjöf gengur út á það að refsingar komi í veg fyrir það að menn flytji inn og neyti fíkniefna. Það er ekkert sem fjarri sanningunum. Mér langar að byrja að sýna ykkur aðeins hvernig þróun refsinga hefur verið í íslenskri fíkniefnalöggjöf. Fyrstu lögin sem bönnuðu vörslu fíkniefna voru sett árið 1923 og almenn hegningarlög voru síðan sett 1940 og þá var mest hægt að dæma menn í 2 ára fangelsi fyrir fíkniefnabrot. Þessar refsingar hafa þyngst jafnt og þétt síðan og hámarksrefsing í dag 12 ára fangelsi. Þetta má líka segja dómstólunum. Hæstiréttur er búinn að þyngja sínar refsingar mjög mikið frá 1972. Í upphafi mælingar var með refsingarna 75 dagar, en í dag er þetta rúmlega 3,5 ár að meðaltali. Ef refsistefna í fíkniefnalöggjöf hefði náð meginmarkmiði sínu að draga úr neyslu fíkniefna, þá væri tölfræði lögreglu, meðferðaraðila og fangelsa neyslu og fjölda fólk sem fer í fangelsi vegna fíkniefnabrota akkúrat öfug við þetta. Það væri öfug fylgni þarna á milli. En skoðum þetta aðeins. Þarna sjáum við tölur yfir það hversu margir hafa verið sakfelldir fyrir fíkniefnabrot frá árinu 1993. Það voru 53 árið 1993 og 2006 voru þetta 577. Þetta er rúmlega 10-faldur sá fjöldi. Fjöldi þeirra sem sitja í fangelsum fyrir fíkniefnabrot hefur líka margfaldast. Þetta er bara nákvæmlega sama þróun. Og fjöldi fólk sem leggst inn á Vog á svipuðum tíma hefur líka margfaldast. Fjöldi þeirra sem sprauta sig með fíkniefnum í æð hefur margfaldast. Og í mjög stuttu máli má segja að refsistefnan hafi brugðist á nánast öllum vígstöðum. Mér langar að bera þetta aðeins saman við árangur sem hefur náðst, af því að það hefur ekki allt verið inni fyrir bí. Árangur sem hefur náðst í að draga úr neyslu ungmenna á fíkniefnum. Og þá er ég að tala löglegum fíkniefnum. Árið 1995, eins og þið sjáuð á þessu grafi, eða ég vona að þið sjáuð það, þá reyktu rúmlega 30% allra 15-16 ára unglinga á Íslandi. Árið 2012 þá var þetta hlutfall komið undir 10%. Þetta er auðvitað ýmsar ástæður fyrir þessu, en hótun afskipti lögreglu og refsingu er ekki einu. Þetta er nákvæmlega sama þróun og hefur átt sér stað með drykkju sama aldurshóps. Rúmur helmingur allra á unglingastigi, eða á þessum aldri 5-16 ára, hefur drukkið áfengi sem 30 daga árið 95. Og núna er þetta hlutfall komið undir 20%. Þetta er svona þriðjungur. Hlutfall þeirra sem drekk í dag á þessum aldri er svona þriðjungur það sem var. Í samanburði þá erum við ennþá á nákvæmlega sama stað og við vorum fyrir 20 árum að vara kannabisneyslu í sama aldurshópi. 10% þeirra sem eru 15-16 ára hafa prófað að neyta kannabisefna og hefur verið að aukast allra 20 ár. Þetta hlutfall reyndar gjörbreytist þegar fólk kemur í framhaldsskóla. Við erum Norðurlandameistarar í kannabisneyslu, krakka á framhaldsskólaaldri. Þetta er fjórðungur fólks sem hefur pröfað. En þið sjáum bara, þarna sjáum þið svart á hvítu, þannig að gríðarlega mun. Munin annars vegar á heiðarlegum forvörnum þessara löglegu efna og hins vegar þessar refsistefnu tengstu við til dæmis kannabisefni. Og hin efninu er þarna líka neðsta línan. Þetta er bara saman fyrir 20 árum. Mér langar að víkja aðeins, fara aðeins annar, fara út í heim. Á staði sem að hafa, eru búin að horfast í augu við það að bönn og refsingar eru ekki að skila tilætluðum árangri. Ef við byrjum bara á að fara til Portúgal, þar sem þeir afglæpavæddu sína neyslu árið 2001, sem þýðir að það er engin refsing fyrir að vera með neysluskammta á sér nema ef maður er tekin ítrekað á skömmum tíma. Þetta þýðir að það er engar sektir eða refsingar eða langvarandi afleiðingar eins og
innstiklun á sakaskrá, eins og leys. Og menn alveg sammála það að það hefði náðst mjög góður árangur þar í því sem skiptir máli. Og það er neysla meðal barna, það eru dauðsföll af ofskömmtun og alvarlegir sjúkdómar eins og eyðni og vöðbólga C, hafa fylgið. Þannig að þarna hafa þeir mjög góð árangri. Og mér langar að síðan eru nokkur fylki í Bandaríkjunum búin að lögleiða kannabisefni og 2 þeirra meðal annars bara í afþreyingarskyni. Og þeir eru búin að koma á fót til að þróuðu kerfi, mjög ólíku því sem að þeir finnst hérna á Íslandi til dæmis. Við langar að sýna ykkur örstutt myndbrot hérna frá Colorado. Já, þegar... regulatory scheme and wanted to ensure that what they said they were doing, they were actually doing. 170 plans. No state has gone to the lengths to manage medical marijuana that Colorado has. Every licensed dispensary must grow at least 70% of its own product indoors, so harvesting and sales can be closely monitored. This crop is worth about $250,000. We track everything from seed to sale. Það var bara svona til fróðleiks. En punkturinn með þessu var sá að sýna að það er töluvert mikill munur á því sem að gerast hérna heima og þarna úti til dæmis. Hérna heima erum við að selja eða markaðurinn virkar þannig, það er engin aldurstakmörk á markaðnum, það eru stundum langsviðskipti, það er engin opnunartímar, það er boðið upp á heimsendingu á móti það sem er að gerast þarna, menn eru spurning með skilríki, það eru öryggismyndavélar sem að fylgjast með á stöðunum, þeir sem hagnast á viðskiptunum eru ekki harðskeyttaðir glæpamenn og svo framvegis. Það fyrir utan, það eru fjölmargar rannsóknir sem sýna það að þeir sem ánýtjast fíkniefnum eru oftast haldnir einhverjum undirliggjandi vandamálum, til þess að svo geðröskunum. Flest fullorðið fólk sem prófa fíkniefni eða notar þau með óreglulegu millibili á ekki vandræðin sína neyslu. Þess vegna er það algjörlega galin hugmynd að halda það að refsingar eða sektir eða tálmanir að fólk geti sótt vinnu eða hvað en annað sem gerir fólki erfiðara fyrir í lífinu geti hjálpað einhverjum. Hvað það fólki sem nú þegar veikt af fíkn eða einhverjum geðsjúkdómi. Nú er að vera komin 100 ár af töpuðum bardugum vegna stefnu sem hefur kostað fjölda ungs fólks líf. Stefnu sem hefur aldrei náð markmiðum sínum nema bara til örskams tíma í senn. Og það sem þarf að gerast er að við þurfum að horfa á hlutina með hlutlægum hætti upp á nýtt og hlusta á vitnisburð staðreynda, vísinda og sögu. Og í því samhengi spyr ég, er komið tíma á breytingar. Takk. Við þakkum Jóhannesi fyrir og næst kynni ég Gunnar Jónsson. Takk fyrir. Ég hef einu sinni áður talað á fundi Heimdallar þetta málefni. Það var árið 1998 að ég held og þar talaði ég fyrir því að fíkniefni skyldu lögleidd eða leyfð með lögum og mér mætti maður þar sem var ekki alveg undirbúinn undir þessar röksemdir sem ég setti fram. Þær eru svipaðs eðlis og þær sem að Jóhannes var að fara yfir áðan. Ýmiss konar rök fyrir því að bannið væri ekki að virka, það hefði öfug áhrif, það yki glæpatíðni, ef eitthvað væri þá væri neysla að aukast og að efnin væri hættulegri, menn það væri hættulegri efni í umferð sem ekki væri hægt að fylgjast með. Og það sem að
eina svarið, við þessu er rauninni engin svör. Þetta er sannleikur sem hægt að sýna fram á með mjög skýrum hætti. Eina svarið sem ég fékk á endanum var þegar minn ágæti andmælandi, sem reyndar ágætismaður, æpti í örvæntingu, en við búum í samfélagi. Og þetta hefur setið dálítið í mér og ég hef hugsað oft til þess að síðan. Þetta er það sem margir segja þegar maður svona brýtur niður þessa mynd og rangumyndir sem fólk er með. En ef við búum í samfélagi, eigum við þá ekki að koma vel fram hvert við annað? Eigum við að beita hvort annað ofbeldi af fyrrabragði? Vegna þess að í fíkniefnabanni felst ofbeldi af fyrrabragði. Það verður að taka fólk sem ekki hefur beitt ofbeldi. Er kannski að flytja efni á milli staða, er stundum að neita efna eða hefur framleitt eitthvað efni og það verður að beita þetta fólk ofbeldi. Þetta fólk er yfirleitt ekki að neita aðra til þess að neita þeirra, að sjálfsögðu að vera ólöglegt. Að neita aðra til þess að neita þeirra, að lauma einhverju slíku í mat eða drykki. Þannig að það verður að beita þetta fólk ofbeldi að fyrra bragði. Það verður ekki kalla eftir. Refsing við þessu er ekki eins og refsing við ofbeldi. Ekki refsing við ráni eða stuldi eða nauðgun eða morði eða eitthvað slíku. Þetta er refsing við friðsamlegri hegðun fólks. Og spurningin er okkur stætt á því að koma svona fram við meðbræður okkar og systur í samfélagi? Svarið við því er augljóslega nei. Við höfum ekki rétt á því að búa til einhvers konar nýja siðferðslega standarda fyrir þjóðfélagið, aðra en þá sem að ganga út á það að stemma stigu við ofbeldi. Og í þessu felst líka önnur ákvönd, ákveðin svona samfélagsverkfræði. Er það að búa í samfélagi, felur það í sér að við getum endurskapa samfélagið upp á ný. Margir þeir sem að vilja setja lög þetta og hitt, alveg ógreinilaga hluti sem ekki varða raunverulega glæpi, þeir eru samfélagsverkfræðingar sem vilja stjórna samfélagið. Og í þessu felst svo mikil ranghugmynd það hvernig samfélagið virkar. Samfélagið er ekki þannig, við getum ekki hannað eins og við getum skorið út eða sagað og búið til dæmis pontu eða búið til hús. Samfélagið er lifandi, með lifandi fólki sem lítur allt öðrum lögmálum og stundum lítur það ekki einu sinni lögmálum. Það er ófyrirsjáanlegt hvað gerist og hverjar afleiðingarnar verða. Og hugsa ykkur það að ef við erum búin að segja það að til dæmis manneskja sem flytur fíkniefni á milli staða eða ræktar einhverju plöntu, ef við erum búin að segja að hún sé glæpamaður, þá erum við væntanlega að gera það vegna þess að við teljum að það að hún hafi ræktað til dæmis plöntu hafi valdið einhverjum tjóni, valdið því að einhver annar fór illa með efni og hann hafi valdið sér tjóni. Þá erum við að segja það að bara það að hafa opnað á einhvern möguleika á slíku eða hafa valdið innan gæsalappa slíku óbeint feli í sér að maður sé ósiðleg manneskja sem að eigi það skilið að sitja í fangelsi. Hugsum þá aðeins okkur sjálf sem erum í þeirri stöðu að taka fólk sem er friðsamt og setja í fangelsi fyrir að neita fíkniefna, framleiða fíkniefni eða flytja á milli staða. Við erum sjálf hugsanlega að valda gríðarlega miklum skaða. Þið sjáu það til dæmis á tölunum sem Jóhannes var að setja hérna á skjáin á, eins og dæmi í Portúgal, þar sem að dauðsföllum hefur fækkað verulega við það að minnka refsistefnu. Og þannig að ef við þá sjálf erum með þessum skoðunum okkar og með því að berjast í pólitík fyrir refsistefnunni, getur verið að við séum sjálf vondikalli. Og ég reyndar til það, ekki beinlínis út af óbeinu áhrifum. Þess að ég tel ekki heimilt að nota óbeinu áhrifin til þess að meta hvernig löggjöf eigi að vera. Það er ekki siðferðslega rétt. En við erum hins vegar vondikalli, menn sem við erum að ráðast á saklaust fólk. Við erum að taka fólk sem ekki hefur beitt annað fólk ofbeldi og við erum að stinga því í fangelsi. Og þetta er einkenni á miklu stærra vandamáli í okkar samfélagi sem að er, og í rauninni út allan heim, sem að er það að fólk er að reyna að setja of mikið af lögum hluti sem að fara ekki saman við siðferðiskennd fólks.
og það fer saman við siðferðiskennd okkar allra eða lang flestra að vera á móti ofbeldi og ránum og slíkum hlut. En við erum farin að verða svo miklir samfélagsverkfræðingar að lagasafnið er orðið þykkara en þannig að fólk geti átt að segja á því hvað í því felst. Það meira að segja þannig að þingmenn eru farin að viðurkenna það að lesa ekki eitt lagafrumvarp, eitt skítið lagafrumvarp sem þeir höfðu til meðferðar. Ég hafi beðast afsökunar á að hafa ekki átt að segja á því hvað í því felst, sem er alveg frábær hreinskilni. Og það samt ætlast til þess að við förum eftir mörg þúsund lögum, þykkum doðrandi af fyrirmælum frá samfélagsverkfræðingum sem við höfum engin tök á að átta okkur á hvernig er. Og fer heldur ekkert saman í siðferðiskennd okkar. Og sjáið munin á þessum lögum og öðrum lögum. Hugsið ykkur til dæmis partí þar sem fólk er statt saman. Hver væri almennt álitinn ósiðlegur sá sem að hringdi á lögregluna af því að einhver sást með fíkniefni í partíinu eða sá sem var með fíkniefni? Ég held að vera allir eiginlega með á hreinu ef þeir myndi lendi í þeim kringumstæðum að það væri algjört fífl sem myndi hringja á lögregluna við þær kringumstæðum. Löggjafinn og lögreglan er ekki með almenning með sér í lið og ég ímynda mér að þetta gildi meira sem þá sem eru hlynntir refsistefnum. Þeir myndi ekki taka þátt í að framfylgja gegn saklausu fólki sem sæju augliti til augliti. Fólk af holdi og blóði. Að taka þetta fólk og beita það ofbeldi, koma því í einhvers konar varðhaldi eða læsa það í dýflissum eins og Jósef Fritz. Og þetta er satt. Það er í rauninni ekkert heimilla fyrir ríkið að svipta fólk frelsi sínu en fyrir engar og ef fólk hefur ekki brotið af sig. Þannig að þessi lög eru sér á parti og það kemur ekki á óvart að refsistefnan skuli virka verð þar en hún virkar gegn alvöru glæpum. Nema hvaða, ég skrifaði bók sem heitir Ábyrgðarhver og hún fjallar það að persónulega ábyrgð sé svarið við mörgum vanda í samfélagi manna. Og það held ég að gildi í fíkniefnamálum líka. AA-samtökin til dæmis, allt þeirra starf og tólsporakerfi gengur út á það að fólk axli ábyrgð á lífi sínu sjálf. Það hefur klikkað að beita öðrum aðferðum. Þetta er það sem hefur gjarnan virkað best eftir því sem ég kemst næst. Að hjálpa fólki að axla ábyrgð sjálf. Og við erum beinlínis með lögum sem eru að taka ábyrgðina af fólki og segja, nei, þú ber ekki ábyrgð á því að þú tókst fíkniefni. Það er einhver annar sem ber ábyrgð á því, refsum honum. Þá erum við að segja fólki að það beri ekki ábyrgð á sér sjálf. Og samfélagið er gegnsýrt af þessu. Þetta er út allt, þetta er ekki bara á þessu svið. Og við þurfum að afnema þetta og við þurfum að kenna fólki að axla ábyrgð á sér sjálf. Það er eina leið til þess að takast ábyrgð. Og það virðist virka til dæmis í Portúgal þar sem hefur verið reynt að fara þá leið. Þannig að svo er nú líka ein spurning með fíkniefnabanni. Hver er gerandi og hver er þolandi í þeim glæpum sem eru framtil? Við höfum séð fregnir af því að manneskja hafi verið dæmd fyrir að vera burðardýr þrátt fyrir að dómarinn hafi tekið það trúanlegt. Hún hafi gert það vegna hótana, persónulegra hótana, gagnvart henni eða fjölskyldu. Og við höfum svo mikla samúð með manneskjunni sem er að neita fíkniefna. Við erum tilbúin að refsa manneskjunni sem flutti fíkniefna á milli landa. Síðan á hún kannski, af því að hún þarf að fjármagna neysluna, þá er hún dottinn í það að flytja fíkniefni á milli landa líka sjálf, fórnarlambið. Þetta er stríð gegn heilum þjóðfélagshópi. Þetta er ekki einhver ákveðin hópur sem er bara einfaldlega og skýrt vondur og annar sem er fórnarlamb. Þetta blandast allt saman. Og þar af leiðandi er mjög erfitt að finna siðferðislegan grundvöll fyrir refsingum fyrir fíkniefnabrot. En já, þannig að þetta er svona megindráttur það sem ég langaði að segja, meira svona á siðlegum nótum heldur en þessi notagildisrök sem að sannarlega eiga rétt á sig sem að Jóhannes setti fram. Takk.
kærlega fyrir. Næstur Kristján Þór Júlíusson. Fundargestir. Ég með þessum samfélagsverkfræðingum í Austurvöllum og ég hallast nú meira svona kannski í umræðu að þessum notagildisrökum sem að Jóhannes var að nefna. Ég vil fyrst af öllu þakka Heimdalli fyrir að gangast fyrir þessari umræðu. Hún er mjög brýn, mjög þörf og ég skal vera fyrstur manna til að viðurkenna það að ég hef ekkert sett mig inn í hana með ítarlegum hætti fyrir núna á síðustu svona 2 vikum þar sem ég fengið að fá að þessu smjörþjöri. Rættið fólk úr ýmsum gerum þjóðfélagsins þessi mál. Meðal annars átti ég ágætis viðræður við þingmenn frá Pírötum í þessari viku þar sem við ræddum þessi mál frá ýmsum kontum. Það var mjög gagnlegt. Ég stend frammi fyrir þessari spurningu hér í kvöld sem að Heimdallur varpar upp hvort að refsistefnan sé að virka. Og samfélagsverkfræðingar eru ekki mjög góðir dómarar í slíkum spurningum en þeir sett eitt sinn stefnu árið 1997. Íslenska ríkisstjórnin, Reykjavíkurborg og hún var svo að árið 2002 skyldi Ísland vera orðið fíkniefnalaust. Og í ljósi þeirra stefnu og þeirra laga sem að þá hafa gilt og gilda raunar enn getum við í rauninni út frá þessum talnagrunni sem að Jóhannes var að nefna hér við okkur sem við getum skoðað hvað sem svara þessari spurningum mjög einfallega. Þessi stefna er ekki að virka. Ekki ef að draumur okkar það að Ísland sé fíkni og að verði fíkniefnalaust. Árið 2002 er löngu liðið, við erum komið fram árið 2014 og það er alveg ljóst að það er kallað eftir öðru lausnum heldur en þeim sem að hér hafa verið nefndir, þyngri refsingar, fleiri brot, meiri neysla, þetta er svo þróun sem við sjáum birtast. Og ég var að rýna í tölur í dag frá ríkislögreglustjóra brotamál í þessum efnum og það er alveg augljóst að þetta gerir ekkert annað að vaxa. Ég held að ég geti fullyrt að rétt munar hjá mér að þetta er orðinn annar stærsti brotaflokkurinn á árunum 2007 til 2013 og aukningin er mjög mikil í þessum þætti. En hvað snýst umræðan í dag? Hún snýst þá í rauninni og ber merki óþreyju þeirra sem í henni taka þá eftir betra ástandi. Það er í mínum huga merki það að það tæki sem við höfum í dag og erum að beita dugar ekki til, þannig að við erum að ræða einhverjar leiðir og hér hefur verið rætt og mikið umræða ekki hér en í kvöldum lögleiðingu fíkniefna. Ég vil taka það strax fram að ég er einfaldlega á móti því að lögleiða fíkniefni. Ég er hins vegar mjög hallur undir þá skoðun að við hefum að reyna að afglæpavæða neysluna í þessum málum. Slagorði sem að kannski væri betur við hæfi að hafa og halda á loft væri það að við gerum tilraunir til þess að fækka fíklum og fíkniefna neytendum. Ég er hallur undir þá skoðun að horfa á það fólk sem að leiðist út í þessa ógæfu að líta á það sem sjúklinga sem að samfélagið verður að aðstoða með í raun ef ég mætti í þessu heilaga húsi orða það svo grunngildi sjálfstæðisstefnunnar að leiðarljósi sem að kveður á það að í þjóðfélaginu eða hlutverk ríkisins sé að tryggja reglu í þjóðfélaginu, vernda eignarréttinn og hjálpa einstaklingunum til sjálfshjálpar klárlega og að þegnar landsins hafi frelsi til athafna. Afleiðingin af þeirri hreinu refsistefnu sem við höfum rekið síðust ár er svo að við erum að ganga á rétt ótal Íslendinga
með margvíslegum hætti, ekki bara þeirra sem að leiðast út í þennan grímuna heim, þetta er líka einnig vinna sem að lifa fyrir utan hana. Og það vil ég segja hér að lokum, áður en við förum til umræðu, að við höfum dæmin frá öðrum þjóðfélögum, þar sem við getum sótt okkur reynslu, þekkingu, af því hvernig menn hafa stigið skref til stuðning því markmiði að vinna á þessum vanda sem við erum að glíma í íslensku þjóðfélagi, og hér hefur verið nefndingur landi Portúgal sem að vitna til. Og sjálfsögðu eigum við að skoða það. Hér er á margan átt unnið margt gott starf nú þegar í íslensku þjóðfélagi. Það eru flest allt unnið af sjálfboðavinnu. Það er frú Ragnheiður sem Rauði krossinn er að reka og Konukort, og svo er dagafarið hjá Hjálpræðisverð. Þarna er á ári hverju á bilinu 70 til 90 manns, þannig að langt beinni neyslu, sem að menn er að reyna liðsina. Ég ætla að enda þessa stuttu tölu mína hér í kvöld á því að svara spurningu Jóhannesar. Nota bene hann er ættaður frá Dalvík, eins og fleiri góðir menn hér í kvöld. Og hann spurði hvort að það væri ekki komin tíma á breytingar. Ég svara þeirri spurningu játandi. Við verðum að takast á við veruleikann eins og hann er og nýta okkur fleiri tæki í baráttunum við þennan ógnvald, heldur en það er einu sem við höfum reynt að láta duga nú í nokkra áratugi. Þakka Kristjáni fyrir þetta. Þá hefjast pallborðsumræður. Það hefur verið að útvarpa fundinum á netinu, þannig að ég ætla að biðja mér að tala, eða einhverjum að tala hátt og skýrt, svo að heimurinn allir heyri í okkur hérna. Ég ætla bara kannski byrja því að gefa ykkur kost á að bregðast við ræðum hvors annars og spyrja hvort annan. Jóhannes, byrja á þér. Já, takk. Ég verður að byrja á því að ekki kannski lýsa yfir undrun, en samt, og þó samt smá. Ég bjóst ekki við afstöðu heilbrigðisráðherra að hann væri á þennan hátt. Ég hafði ímyndað mér að hún hefði verið meira í enda fíkniefnalaus Íslands 2002, en einhver sér því bara þetta eru jákvæðar vonbrigði, nei, ekki ég er mér óvænt að jákvæðna. En það sem ég vil spyrja þetta að Kristján, þetta til að byrja með, eina af rökunum fyrir því að fíkniefnabann sé þjóðhagslega kostnaðarsamt og óhagkvæmt og fleira, er að tíma og peningum lögreglu sé illa varið í að elta fólk sem að beitir annan fólk ekki ofbeldi. Hefur þú áhyggjur af því að brot eins og ofbeldi eins og kynferðisbrot líði fyrir það að tíma og peningum lögreglu sé varið í að elta og fangelsa fólk fyrir fíknir og brot þegar að lögregla er undirmönnuð og í fjársvöndi? Það er gaman að hafa valdið Jóhannesi Dalvíkingi jákvæðan óbreyði. Ástæðan þess að ég kann að hafa komið Jóhannes á óvart með því er einfaldlega svo að ég bara horfi á það staðreyndir sem að blasa við og árangurinn sem við viljum öll ná í þessum efnum, hann er ekki nægilega góður og ég bara einfaldlega þannig gera maður. Þegar ég stend frammi fyrir slíkum stöðum, þá vil ég grípa til einhverja verka, aðferðar sem að geta bætt þá við það sem við eigum þá þegar, sem gagnast okkur greinilega ekki nógu vel. Því að það er ekkert í kortunum sem að sannfærir mig það að ef við ætlum að halda bara óbreyttri pólitík og óbreyttu vinnulagi það við náum eitthvað frekar árangri árið 2020 frekar en 2002 þá að núlið færist eitthvað til í talnaröðum. Þannig ég tel það skyldu stjórnmálamanna í dag að ræða allar leiðir. Hversu vitlegar eða vitlausar mönnum þykja þá ber okkur skylda til þess að ræða allar mögulega leiðir til að takast á við þetta og hafa þroska til þess að ræða það eins og siðað fólk
en ekki kveða eða reyna að kveða hvert annað í kútinn með upprópum. Varðandi tíma og fjármuni lögreglunnar, ég hef nú eiginlega alveg nóg á minni könnu þessa dagana í heilbrigðismálinu, svo ég hef nú ekki hafa áhyggjur af fjármögnun lögreglunnar. Ég er þó þeirrar skoðunar að þeir fjármuni sem að fara í það að elta uppi og refsa og allur þátturinn að prósessin í gegnum dómskerfið í þessum efnum. Okkur ber að skoða það hvort að forgangsröðun í þeim efnum sé rétt og við ættum frekar að verja einhverjum hluta af þessum fjármunum til þess að aðstoða þá sjúklinga sem verst eiga í þessum efnum. Ég held að það sé kostur. Ég er ekki í neinum færum til að meta það. Það þekki það málaflokk ekki nægilega vel til þess að meta einhverja breytilegar áherslur innan löggæslumála. Mér finnst að taka það bara skýrt fram að mér finnst lögreglan á Íslandi standa sína plikt með sóma miðað við það sem til hennar er lagt. Eins og raunar flestar fólk sem vinnur fyrir okkar ágæta þjóðfélag. Já, Jóhannes. Ég er svona með ykkur á morgunni. Drekkur þú ofn? Það er ekki ofn, getur vatn. Já, ok. Ekki siðferðislega hliðina á þessu máli. Finnst þér siðferðislega réttlæti, eða finnst þér bara eðlilegt svona frá þessi tilfinning að þú og annað fólk í þinni stöðu gerir fólki sem að kýsa að nota aðra vímugjafa að fara eftir einhverjum öðrum reglum en þú þetta verður? Ég hef nú ekki einfalt svarið þessu. Ég bara svara þessu með þeim mætti að ég reyna að fylgja lögum landsins eins og ég gerir ráð fyrir að flestir hér inni geri. Og það er munur á í þessum efnum í lögum landsins og ef við ætlum að fara að hafa okkur með einhverjum hætti sem að það ekki stens og viljum halda því til streitu þá einfallega verða menn að berjast til að breyta lögum. Ég get í raun ekki svara þessum í neinum öðrum hætti. Ég get haft mína skoðun á því að ákveðið misræmi í því hvaða efni menn nota til þess að komast í vímu, brennivín eða bjór eða léttvín eða guðmáttur hvað það heitir allt saman eða einhver önnur eða ólögleg vímuefni eins og maður segir. Gunnlaugur. Já, ég verði að taka undir með Jóhannesi að afstaða ráðherrans kemur mér ánægilega á óvart. Þetta er svona með því besta sem maður búast við af atvinnustjórnmálamanni. Ég myndi samt hvetjan til þess að ganga lengra og ég held að það sé ekki bara siðferðileg skylda hans. Heldur held ég að það sé líka því að atvinnustjórnmálamenn hugsa mjög mikið strategíu og hvað sé skynsamlegt að segja á hverjum tíma. Ég held að það sé ákveðin eftirspurn eftir hugrekki í stjórnmálum og ég held til dæmis varðandi þennan ágæta flokk hér, Sjálfstæðisflokki, að hann skorti ákveðin trúveruleika þessum undirmennsa fólk. Hefur það á tilfinningunni að hann sé meira hagsmunabandlar sem gangi út á hann á völdum, hvort sem það er rétt eða ekki, og fylgi síður hjartanu, en menn er að afsanna það með því að gera það sem að rétt er og sína hugrekki stundum og vera tilbúinir að ræða svona. Mér finnst þú vera að sína slíkt hugrekki nú þegar, en mér finnst að þú mætti ganga lengra. En þú nefndir það að þú ert hlynntur því að glæpavæða en ekki lögleiða. Ég myndi reyndar fremur að tala um að lögleiða, tala um að afnema bann, en það þarf í rauninni bara að afnema lögin sem eru, fremur að færa eitthvað sérstaklega í lög. Og hvernig sér þú muninn, Kristján, á því að afglæpavæða og lögleiða? Hvernig myndir þú skilgreina muninn á þessum málum? Það sem að ég á að svara þessu bara svona rátt og snabbt,
þá það einfaldlega þannig að ef við köllum þessa afglæpavæðingu, það að segja að þá það í þá vera að við værum að líta á fíkniefna neytendur fremur sem sjúklinga heldur en glæpamenn. Þegar við erum að tala að lögleiða fíkniefni, í mínum huga, nú undirstrika það, ég er ekki lögfræðingur, það eru lögfræðingar samningar, að kunna stýra þetta en lögleiðing fíkniefni eða vímuefni einfaldlega bara þá algjörlega landið opið fyrir öllum sköpnum á því séð, öllum tegundum og gerðum. Ég hef bara enga áhuga á því að slíkt gerist. Bara þegar gerða það til að trúa, þannig að styðja það að opna fyrir óhefstan innflutning á öllum þessum viðbjóði sem að Þú myndir þá vilja skilgreina það sem glæpi að flytja þess inn í landið. Já. Þannig segja að við reyna við mín aðstæði mjög skýr í því. Það er aldrei líberal nótkun á hugtakinu að glæpavæði. Það er fínt, já, þá verður ég að það fínt hérna í neytanda. Leysland, við verðum að taka á mættelinu þeim, að beita á neytandan, refsivís og sektum því að stór hluti þessa fólk sem lendir í klónum á þessu hann einfallega þarf að fremja afbrot og ráðast gegn rétti og frels okkar hinna til þess að einfallega borga sektina sem við erum að leggja á mjög kunstugt kerfi. Já, Kristján, má bjóða þér að Það er rauðsinn af mínum ágættu félagum hérna í borðið en ég hefði viljað að skilja Gunnlaug hans nánar út í hans hugmyndir lögleiðingu efnanna hvort að hann sé að tala fyrir því að við opnum þá og leggjum lög engar skorður við fíkniefni. Það skoðum þína að fíkniefni eigi þá að vera lögulega í landum. Getur þú talað þess að Kristján? Ég að spyrja Gunnlaug að því hvort að hann sé aðdráttarlaust þeirra skoðunar að það er bara lögulega fíkniefni eða sem sagt afglæpavæða fíkniefnin að öll fíkniefni séu lögulega á Íslandi. Er það þín skoðun á trú? Já, það er mín skoðun og ég held að það sé þeimur mikilvægara þar sem að efnin í rauninni eru hættuleg. En það er gjarnan þar sem að mestu skaðin verður á bannum. Þar sem að fíknin er mest, þar verður gjarnan skaðin mestu. Þannig að ég held að, og við höfum fært góð rök fyrir því og vegna þess að til dæmis að þú afnemur bara refsingar við neyslu þá ertu samt að halda framleiðslunni og innflutningnum í undirheimum þar sem að glæpir eiga sér stað af ýmsu tagi til þess að það er stundum gengjastríð og slíkt og svona hluti sem við höfum í kvikmyndum hingað til, það er aðeins farið að bera á þeim á Íslandi og þróunin er trúlega í þá átt ef við höldum áfram með þessa stefnu. Þannig að ég held að það sé mjög mikilvægt að við leyfum öll fíkniefni sama hvaða nafni þau heita. Og þú spyrir eigum við bara að opna landið. Ég segi landið er og þessi fíkniefni eru inn og það er verið að flytja þau inn. Það að nota orðið að opna er dálítið svona lúmst. Vegna þess að í því þú ert að reyna að fá mig til þess að samþykkja að ég sé að berjast fyrir því að við opnum landið frekar eða samþykkja það að þessi refsistefna sé beinlínis að virka í dag og hún sé að loka, en hún er ekki að loka og við erum ekki að opna. Það er ekki undirliggjandi huggild í spurningunni, alls ekki, en ég finnst að því að horfa þannig til og virka alveg þetta sjónarmið, bara einfallega ekki samanleiðið. Vegna þess að ég tel að við munum aldrei komast yfir þessa á sem að þarna streymir í einu stökki en við verðum að taka því einhvern áfram. Ég held eins og að vitið heyra hans í Jóhannes sem þetta þegar hann sagði hér áðan að eftir að hann fór að fylgja þessari umræðu sem fréttamaður. Hvernig, hvaða þættir voru þetta sem þú nefndir hér áðan? Samandræði sem kom þér á óvart í þessari umræðu, hvernig
Já. Einhverju sérstök atriðis eða einhverju sérstök hópar eða hvað það sem einkennir? Já, það er ekkert að svara því og þetta er mjög góð spurning. Fyrir kannski, þú veist, þegar ég var að skrifa fyrir Ritgerð 2011 og kannski örlítið á undan því, þá var þessi umræða miklu bólegar. Annaðhvort varstu fíkniefnaneytandi eða sprautufíkill og vildir lögleg fíkniefni, eða þá að þú varst að passa börnin og vildir ekki, vildir halda óbreytt ástand. Menn eru miklu meira búin að færa sig frá þessum pólum og eru komnir aðeins nær hvor öðrum og eru að kasta fram rökum meira. Og það fyrir utan, og ég held að það sé bara bein afleiðing af því, að þá eru miklu fleiri sem eru búin að koma úr skapti með það að segja, já, veistu, ég held bara að þetta geti alveg verið. Ég held að þetta geti verið skynsamlegt að fara að endurskoða þetta. Og það er mín upplifun af því. Svo bara einn spurning er ekki einhver tilbúin til að koma með vasskonu hérna handa félagunum og eitt glas. Já, það verður vel fyrir. Já, ég meina það skal það væri. Já, hérna viljum við bæta ykkur við að tekja þetta spurningu af netinu. Já, jú, kannski. Þú segir að við viljum ekki taka allt í, eða þú viljum ekki taka allt í einu stökki en taka hlutin í áfæringu. Kannski er það einn pólitíski raunveruleiki að það þarf að vera, en ertu með einhver rök gegn að fíkniefni skuli leyfð? Er eitthvað sem þú sérðu einhverja galla á því sem að við Jóhannes höfum við að segja? Eitthvað sem þú getur andmælt? Öðruvísi en að segja bara, sem er náttúrulega mjög svona öruggt fyrir því sem stjórnmálumenn, að segja bara svona það sem þú veist að flestir eru sammálaðir Það er að byrja vegna við ykkur Jóhann, ég er náður öndvegismenn, ég held að það séu flestir sammála það. En ég er ekki komið lengra í hugsunni heldur en það. Ég er ekki tilbúinn til þess að játast undir þann veruleika að ég hafi ekki einhverja lagalega skorður við innflutningi fíkniefna til landsins eða framleiðslu. En nú eru fleiri að drepast á læknadópinu. Við tökum þessi spurningar á eftir og salnum. Má ég spyrja þessu samhengi? Þú segir hérna, að það sé þín tilfinning, þér hugnist það ekki að það sé ekki einhverja lagalega skorður. En ímyndum okkur það að einhver geti sett fram rök þess efnis að þessar lagalegu skorður virki alls ekki í þeim tilgangi sem að þeim er ætlað að gera og jafnvel valdi tjóni, værirðu þá reiðubúin til skorður? Það eftir alltaf því hvernig rökinu eru leitt fram. En af því að hér var gripið inn og myndað læknadópið, þá er það líka hluti af þessum veruleika. Sem að við sem starfum í stjórnmálunum og raunar víðar í þjóðfélaginu erum fulla ábyrgð á. Og ákveðið vandamál, stórt, því að hluti af þessum fíkniefnamarkaði svokallaður, hann er einfaldlega kostar af skattgreiðin. Þannig að það er mörg verk að vinna í þessum efnum. Eitthvað fleira að þessu samtalinu? Ég er með eina tími fyrir hérna. Allt í góð. Hérna, lögregla og tollur haldleggja samtals bilinu 5–15% af öllum fíkniefnum er flutt til landsins. Og þá er ég bæði að tala í aðgerðum lögreglu innanlands og aðgerðum tolls við landamæri. Þannig að bilinu 95–85% efnanna er nei hér á landi. Þetta er ávinningur af sölu þessar efna fyrir allur í vasa glærumanna eins og það er í dag og ég held að margir af þeim séu jafnvel viðriðnir fleiri og annars konar brot. Þessi refsistefna og þessi löggjöf blasir hún ekki við þér eins og hún blasir við mér að þetta er í raun bara ríkisverndu einokun glæpast samtaka á þessu fíkniefnamörkuðum. Ég segi það og játaði það að lögreglan er ekkert í þetta að gera. Þetta blasir ekki þannig við mér. Ég gef mér fullkomna grein fyrir að peningarnir sem eru þarna
í þessu neðanjarðarhagkerfi eru æri miklir og Þetta eru meiri 30 milljarðar á ári sem það áttur. æri miklir og umtalsett hærri fjárhæðir heldur en að erum að verja til löggæslunnar. Veltan almenni, ég veit ekki hvernig hún skiptir. Ég held að engu að síður að þá verði ákveðin markaður fyrir þessu efni og svo að alla laga hindranir fyrir því að flytjarnir eru felldar niður eða þeim eru rústað. Þannig að við munum áfram sitja undir þessari ógn. Ég ætla að láta liggja á milli hluta ykkar afstöðu varðandi það að afnema alla lagalegar hindranir í þessum efnum. Ég skal lýsa mér reiðubúin til þess að skoða þetta rök með því og leiða ykkar rök fram fyrir mig og aðra fyrir kosti þess að fara ykkar leið. Ég ekki sannfærður það, þetta kann vel að vera að ég sé ekki nægilega vel lesin í þessum ræðum. En afstaða mín byggir á þessu að ég tel núverandi pólitík ekki gagnast og nálgast þetta. Það þarf að ræða aðra leiðir til þess og ég vil taka þetta í skemmri skrefum klárlega og leita þeirra leiða sem ég geti náð einhverju samstöðum því að ég tel máli brýn. Þessi leið sem að við mínir ágættu félagar að tala er mjög róttæk og kallar á að lífum til mikil átök. Það kann að vera það sé vegna fordóma eða vanþekkingar eða þá að við höfum ekki verið samtalið það sem að stöndum gegnum. En ég hef meiri trú á því að við náum einhverjum skrefum í þá átt að vinna með allt öðrum hætti við þetta heldur við höfum hingað til gert eða með auknum áherslum í þá þeirra að líta á þetta fólk fremur sem sjúklingar heldur en glæpamenn. Á því byggi ég í allt. Ég er að hafa spurningu til Gunnlaugs og til Kristján og Jónas með blandagrunni þetta að vilja líka. Erum við ekki með lögum að senda ákveðin skilaboð hvað sé rétt og hvað sé rangt? Og værum við með afnámi bánsins þá ekki að senda ákveðin skilaboð til barna og ungmenna að fíkniefnaneysla sé ekki óæskileg? Hvað með þetta? Nei, það er alls ekki. Vegna þess að lög eru ekki til þess að senda skilaboð. Lög eru refsingar, það eru refsiákvæði í lögum og það eru þau sem að gefa þeim gegn gildi. Þar sem að fólk er tekið og sótt af heimilum sínum og stundum fjölskyldufólk og fólk sem er í vinnu og það missir vinnuna og það er sett í fangelsi, er læst inni, börn alast upp án foreldra sinna og slíkt. Þannig að lög eru ekki einhvers konar skilaboð. Lög eru valdbeiting og þannig að við sendum ekki skilaboð með þeim hætti, með því að aftur á móti þá búum við í samfélagi vegna þess hvernig lögin eru út af öllum samfélagsverkfræðingunum. Þá búum við í samfélagi þar sem að almennt er álitið að fólk beri ekki ábyrgð á sínum eigin gjörðum. Lögin eru öll búin til þess að vernda fólk gegn sjálfu sér og slíkt og það er sjónarmið sem við eigum að berjast gegnum, þannig að ég held að ef eitthvað er þá sé þetta algjörlega öfugt. Og þetta við og fyrir utan þessi siðferðisrök þá benda erlendar rannsóknir til þess að lögmæti hluta hefur ekki mikil áhrif á hvort fólk gerir hlut. Það er að segja þyngri, á stöðum þar sem eru mjög þungar refsingar við fíkniefnabrotum, það er ekkert endilega minna af þeim, til dæmis. Þannig að það eru miklu frekar félagslegar aðstæður og svona social norms sem hafa áhrif á hvort að fólk neyti fíkniefni eða ekki. Eða þú ert í hópi fólks þar sem það er álitið miklu horfnuga að neyta fíkniefna, þá skiptir ekkert máli hvort að þau séu lögleg ekki upp á það hvort að þú færður og gerir það ekki. Þú veist, ef ekki við bara prófa ef að heróin verður löglegt, hvert eitthvað myndi fólk í búð og kaupa, spurðið ykkur bara þessu sjálf og þá veitir þið svarið. Nei, ef að heróin verður löglegt,
hugsun fyrir manni. Þetta var að sprauta þig? Nei. Rólegur bara. Ég er vannaður það. En sko, á það bara að vera á haldi mínu að ákveða það hvort ég dópa mig upp og verður manningsnaut verri heldur en dagstæðlega og vera að skemma og djöflast í eigum allra í kringum mig. Þetta er mjög áhugaverður punktur. Þurfum við ekki að ræða það líka, sko. Ég meina, á það bara þá að vera alls að undir mér komið. Hvað er efna í netti og... Þetta er mjög skemmtileg spurning. Já. Hvað segirðu? Svarið við því já. Já, þakka þér, já. Þetta er mjög áhugaverður spurning og ég held að sko, hann svaraði þessu fyrir þig, Jón Steinar, en svona í þessu samhengi þá langar mig að benda á að ég man nú ekki nákvæmlega hvert hlutfall er hvernig tölfræðin núna, en í rannsókn minni, þegar ég var að skrifa þessa ritgerð, þá kannaði ég sko áhrif fíkniefna á menn sem neyddu þeirra og ég held að það er rétt sem að hún var að skjóta hérna áðan úr salnum að áfengi er eitt alversta fíkniefni þegar kemur að árásarhneigð og það veldur því að áfengi er gríðarlega oft þáttur í ofbeldisbrotum, morðmálum, nauðgunarmálum og svo framvegis. Þannig að það er kannski helst þar sem við þurfum að spyrja um þessari spurningu. En það er ekkert sem bendir til þess að fíkniefnabann nokkurs staðar minnki ofbeldi í það heila litu. Og ekki það að það ætti síðan einu svona ráða. Í öllu falli, ef menn telja sér heimilt að gera samfélagsverkfræðingar og stjórna samfélagi manna og náunganum með hótunum fangelsisvist, þá ætti sönnunarbyrðin að vera á þeim sem ætla að beita fólk slíkum miðlum. Sönnunarbyrðin er ekki á okkur Jóhannes. Sönnunarbyrðin er hinum megin. Og þannig að menn eiga að spyrja, er eitthvað sem bendir til þess að þetta virki? Hefur það sést einhvers staðar? Hafa einhverjum rök verið fært fyrir því einhvers staðar? Svarið við því er nei. Nema hugsanlega í Singapúr þar sem að þeir drepa fólk fyrir fíkniefnaneyslu. Það er alltaf að drepa fólk ár eftir ár, þannig það er ekki að virka. Já, það er rétt. Ég veit einhvern tímann hitt að neyslan það sé kannski minni heldur en annars það. Ég veit ekki hvort það er. Ég veit ekki hvort það er þá manndrapana virði. Sem það er náttúrulega augljóst ekki. En ég held að það sé svona að ræða mál sem að fólk muni sjá eftir einhverja áratugi eða 100 ár að fólk muni sjá að við höfum verið á villigötu. Það er fólk í dag, það skiptir máli að taka afstöðu í dag eða fljótlega. Ég skil að vel að þú þekkir rökin ekki vel, Kristján, en ég myndi hvetja þig til þess að kynna þér fljótt, en það er að gerast í dag, að það er fólk sem eru fórnarlömb þessa banns. Það er að gerast þessa dagana að fólki er stungið í fangelsi fyrir þetta, það er verið að sundra fjölskyldum, það er verið að eyðileggja líf fólks og í framtíðinni þá held ég að verði litið á þetta líkt og menn líta til dæmis á mismunum gagnvart hommum og svörtu fólki í dag, þessar ofsóknir gagnvart þeim þjóðfélagshópi sem að neyti fíkniefna eða flytur þau á milli staða eða ræktar þau, að fólk mun líta þetta sömu augum og spurningin er þá hvað vill maður þegar maður er komin á elliheimili að geta horft tilbaka og geta sagt þegar allir voru, eða mjög margir, voru ennþá, já, hvað skal segja, fyrtir og áttuðu sig ekki á þessu, var ég í þeim hópi sem stóð upp og barðist fyrir réttindum þessa minnihlutahóps eða léti mig bara svona fljóta með strömmnum þegar allir hinir skiptu skoðun. Og ég myndi vilja geta sagt við sjálf mig að ég hefði staðið með réttindum þessa fólk og ég reyndi að heyra það strax á þér að þú ætlar að vera að minnsta kosti aðeins á undan strömmnum. Kristján, þú gafst út stefnu núna í áfengis- og vímuvörnum til 2020 í desember síðastliðnum. Það er talað um að takmarka aðgengi, að tala um aðhalsaðgerðir, virkt eftirlit, öfluga löggæslu og tolleftirlit. En það er ekki kannski velt upp því sem að þú veltur upp hérna áðan í þínu
inngangserindi. Þú sagðir að tæki sem notum í dag dugðu ekki til, ræða það leið og afklappa það neysluna. Stefnan, sko, hún orðin strax úreld eða af hverju var ekki, af hverju nefndur þetta ekki í stefnunum? Það er ekki ástæðu, fundarstjóri, þetta er ekki orðið úreld. Þegar þú hefur lesið þetta, þá sér að þetta er alveg galopið í allar áttir. Og lokapunkturinn í þessari stefnumörkun, þetta er opið í alla kanta, þetta er svona eins og Framsóknarflokkurinn var á sinni tíð. Þetta er nú að enda. Lokapunkturinn í þessari stefnu er einfaldlega sá að það var bindast fastmæl og er bundið fastmæl það að það verði unnið á þessum grunni einhver tillaga aðgerðir á næstu 2 árum það hvernig við ætlum að fara til þessara mála. Það er sá tónn sem ég er að slá hérna í kvöld. Hann er í þá veru að ég vil að við þá vinnu líti menn til fleiri þáttaheldur en höfum átt síðastliðin áratugir. Ég er að bjóða upp í þann dans. Ég tel og er samtalur það að við þurfum að beita þetta öðrum meðurum heldur en að gera þingar. Hversu langt við þurfum að ganga, ég er ekki hugmynd það. Ég er það stórlega ég efa. Verður Jóhannes ekki í nefndinni? Það væri æskilegt. Ég hafði annan mann í huga samt sem það sem er hér í salnum, en það er annar mál. Ég dreg það stórlega að við náum mjög breiðri pólitískri samstöðu þar, eða sátt í þjóðfélaginu, að við göngum til enda í þann veruleika sem að þið viljið draga upp, án þess að ég sé að gera líkið og afstöðu. Spurningar er ekki heilur að taka fylgir fyrst í spurningar heldur en nýttinni. Við erum margt í sjokkuna. Já, það er ég sem er fyrst. Má ég segja eitt orð? Nei. Ég finnst þetta fundaform alveg glað. Við mætum hérna fjöldi fólks til þess að vera með á fundinum og við höfum áhuga á þessu efni og við viljum ræða það ef við fáum ekki tækifæri. Það er einhverjur á netinu sem að mega vera með en ekki við sem mætum. Við langar til dæmis til þess að ég má aðeins bara að segja eitt orð. Ég hef áhuga á því að leggja pínlítið í þetta klúki. Ég fæ bara ekki tækifæri til þess. Og Sjálfstæðisflokkurinn á ekki að standa fyrir svona fund. Þeir sem koma til funda eiga að hafa tækifæri til þess að tjá sig það sem verður að ræða fund. Þetta átti ekki að vera hérna 5 dagar ástæðna, þannig óhjákvæmilega það eru 3 menn sem voru fegnir til að tala hérna á þessu fundi og mér var uppálagt að reyna að hafa samtali fyrst og næst milli þeirra, það væri mögulega að koma spurningar en það verði ekki ætlast til þess að hér eru 100 framsögur úr salnum og ég er bara búinn að taka 2 spurningar á netinu en að öðru leyti hafa verið spurningar þeirra mannan hérna á milli en sjálfsagt að taka spurningar úr salnum núna þannig að vissulegast gefum merki ef að svo ólíklega litur til Ég vil þakka fyrir umræðurnar hjá ykkur, það eru búin að vera fínar og Kristján, ég sé ekki betur heldur en að ráðherra Sjálfstæðisflokksins sé núna að ganga svolítið lengra í átt við skynsemina heldur en áður hefur gert. Ég vil spyrja ykkur af því. Sko þetta virkar þannig dálítið að alltaf þegar að hægt er að komast að með efnislegar umræður fíkniefnamál þá brotna niður allar varnir. Þetta er nefnilega stefna þekkingarlausis, ákveðina fordóma, ákveðina, ég má segja, vanmáttar. Margir hafa horft á einhverja harmleiki. Fyrir hvað stendur Sjálfstæðisflokkur? Sjálfstæðisflokkurinn er stjórnmálaflokkur sem ég hélt að stæði fyrir það að menn tækju sjálfir ábyrgð á lífi sín og gjörðum. Við viljum ekki fella allt í einhverja lagaviðjar, heldur viljum við að menn tæki sjálfir ábyrgð. Og Sjálfstæðisflokkurinn er ekki flokkur. Að mínu mati á ekki að vera flokkur sem hlustar fyrst og tala svo. Heldur á hann að rísa upp, skýra út hugsjónir sínar og stefnu og fá fólk til fylgilagsvið. Og ég fullyrði það að það er hugmyndir sem þessar ungumenn hafa sett hérna fram og þú hefur tekið vel Kristján með opnum huga. Þær eru til þess fallnar að fá menn, ungt fólk, einhverja pírata eða hvað þeir eru nú kallaðir allir, til fylgis við Sjálfstæðisflokkinn, við flokkinn sem vill leyfa
einstaklingum að lifa lífi sínu án afskipta annarra og taka ábyrgð á því sjálft. Þetta er stefna sem að myndi lyfta Sjálfstæðisflokknum upp, að mínum að það er engin vafi. Gaman væri að því að þetta á að vera fyrirspurn. Hvað segið þið um þetta? Ég fannst þetta besta spurningin sem hefur komið í kvöld. Nú takk fyrir. Ég tek bara undir þessi sjónarmið sem þetta lýsa, en þú þekkir það jafnvel og ég að stundum þarf maður að sigla og vanda þá siglingu og sigla á milli skess og báru stundum eða á ákveðið markmið sem að þú þarft að reyna að ná með nokkuð stóra skútu. Það er bara að sigla í 40 ára og núna erum við upp á skeri, ekki tíma að fara af skerinu. Já, ég séum ekkert á skeri. Ef við erum þar, þá erum við í það minnst að hér með þessum frumkvæði Heimdallar að byrja að bisast við það íta skútuna því skeri sem hún hefur steikt á. Ég lít þannig á þennan hund. Fagnar því mjög. Jói, ég vil segja það. Ég bara tek undir með pappa mín. Það er ekki annað. Já, ég sagði þegar ég skrifaði þessa ritgerð, ég sagði við fólki sem kærði sögum að heyra það, að það er ekki spurning hvort heldur hvenær þetta breytist. Og ég stend ennþá við það í dag og vegna þess þá held ég að þetta sé alveg áhrif. Gylfi, þú varst búinn að biðja orðið. Hvað heldur? Ég er það. Já, þetta. Ég verði til að spyrja Jóhannes. Ég hef svolítið áhyggjur af, ég er í grunninn í sammála ykkur þess að afklæða það eitthvað, en ég hef áhyggjur af þessi verkjalyfjum og öðru læknadópi að standardinn fyrir svoleiðislega myndi þá mjög hækka og fólk þetta allt í lagi að taka verkjalyfið til dæmis þingu sem eru til dæmis lífsseðilskyld í dag. Er þú þeirra skoðunar ef að fólk myndi þá mega að labba inn í apótek og kaupa þar það sem það vill? Ef ég á að tala fyrir mig bara persónlega, hvað mín persónlega skoðun liggur, þá svarið þessu já. Ég er þeirra skoðunar að fólk megi labba inn í apótek og kaupa það lið sem það vill. En ég held ekki að það myndi hafa neina áhrif hvort sem fíkniefni verður lögleg eða ekki, hvort að fólk myndi kjósa að taka verkjalyfið þingu eða ekki. Ég held að leið og menn gera sér grein fyrir því og vita það að það getur verið skaðlegt og getur fengið nýrnabilun og svo framvegis, þá kjósið að gera það ekki. Í grunninn er ég að segja það að þeim mun meira sem fólk veit og þeim mun fleiri staðreyndir sem fólk hefur viðað að sér, þeim mun betri ákvarðanir þegar. Og það er svona svara ég bara nei. En nú til þessi Bandaríkjunum fást mjög sterk verkjalyf ólífsseðilskyld. Það sé þá ekki út af því að þau eru löglegt, meira út af því að þessi samfélagslega ok. Þetta er mjög flókin spurning og verður kannski ekki svarað í einni setningu. Það eru mjög margir ólíkir þættir sem alltaf því held ég að fólk ánýtjast einhver, hvað sem það er. Og eins og ég benti á hérna áðan, þá eru mjög margir þeirra sem að verða fíklar og verða fíknir í eitthvað með önnur undirliggjandi vandamál. Ég var að ræða við félag minn hérna sem er sálfræðingur og er einmitt að læra þetta núna. Við vorum að spjalla þetta. Og hann sagði mig að þeir hefur verið að vinna verkefni, þau í skólanum, og komist að því að yfirmennandi meirihluti þeirra sem eru fíklar eru fyrst með einhver geðræn vandamál. Og það er einn þáttur í þessu og síðan aðgengi náttúrulega getur auðvitað skipt máli líka. Jú, ég neita því ekki, en það er engar síður er á mín skoðun að fólk eigi að geta keypt hvað sem það vill og í sinn eigin líkamann. Þetta er líka bara spurning prinsip. Sjáðu mig og Kristján, af hverju er hann betur af Guði gerður til að ákveða hvað ég á setja ofan í minn líkamann? Skilur við? Hann er ráðherra. Það er ekki bara þekking á afleiðingunum af því að taka lyf til dæmis við þingu eða hverju sem sem veldur því að fólk ætti að gera það ekki.
heldur kannski mikilvægari einmitt ábyrgðartilfinning fólks. Að fólk axli ábyrgð á lífi sínu og einsetti sér að taka ekki slík lyf eða gera ekki hluti sem eru skaðlegir. Fólk dálítið varpar ábyrgðinni af sjálfu sér stundum. Menn fara til læknis og ég skal ekki segja hver heildaráhrifin eru, en ég held að það sé oft þannig að fólk varpi ábyrgðinni einmitt á lækni og lítur á hann sem svona einhvers konar varðmann fyrir lifrina og axli ekki ábyrgð sjálf í málunum. Þannig að ég held að það sé alls ekki augljóst að þessi hegðun myndi aukast. En ekki best að fingur á því að bara ná sér eitt kaldan á kantinn? Það ekkert lífsins. Það náttúrulega löglegt í dag. Svo bara komin á einn mikilvægan punkt að þessi umræði bara snúast fíkniefnin sjálf sem slík, en umræðan ætti ekki að snúast fíkniefnin. Við frekar vera fókusar á afleiðingarnar, glæpirnir og mannvonskan sem fylgir þessari mannstefnu. Þetta á ekki að snúast einhver lyf. Við erum frekar betur að bæta samfélagið með því að líta á þetta sem samfélagsvandamál. Með öðrum orðum, það ekki allir neytendur sjúklingar sem vera á stjórna sinni neyslu en þeir einhver síður að belja að nota þau efni sem að teljast ólögleg í dag. Líka bara neðanlega klíkur, alltaf þeir eru Banditos og helst einhvern veginn þeir eru komið að ná sér í smá törfjöld á Íslandi. Það er hvað, 30 milljarðar nefndur á það? Já, sko, það er góðið, sko, en ég kom reyndar inn á þetta áðan. Ég sagði það að, og það, ég held að það viti það flestir í dag að sko, flestir sem neyta fíkniefna eiga ekki við neinn sérstök vandamál tengd neyslu. Ég held að það sé bara staðurinn. En sko, þessi umræða, hún pínu efnin, já, alveg rétt, ég með, ef þau eru áhuga 17 helstu ástæði þess að fíkniefnabrot ættu ekki að vera refsiverð. Við bara komum ekki öllum að því miður, en kannski við betra tækja með. Við sjáum til dæmis hvernig mafían í Bandaríkjunum var í rauninni sköpuð. Þetta var bara svona smá sprotastarfsemi, skulum við segja, áður en bannið var sett við áfengisframleiðslu og neyslu og síðan óx hún alveg gríðarlega, mafían og öll þessi, og menn sjá það síðan bara, ættum að vera hérna með línuritt yfir máltíðni í Bandaríkjunum. Hún tvöfaldaðist á mjög skömmum tíma eftir að bannlögin voru sett og síðan aftur helmingaðist þegar þau voru afnumið. Þannig að það var mjög augljóst orsakasamhengi og það sáu það allir. Það voru gengjastríð og slíkir hlutir. Annað ofbeldi sem fylgir þessu fólk sem að fjármagna neyslu og brýst inn og slíkt, þannig að verðið á efnunum náttúrulega allt og hátt, miklu hærra en það myndi vera ef það er selt í apótekum. Svo líka einn mjög mikilvægur punktur fyrir heilbrigðisráðherra að vera meðvitaður eins og Rússar eru búin að herða tökin á þessum áraflokki mjög vel þeir halda, en það þvílíkur HIV-faraldur í Rússlandi og þeir náðu að loka á stóran innflutning af heroínefnum frá Afganistan sem að leiti til þess að verðið á heroín á þeim markaði fór bara upp úr öllu valdi. Þannig þú ætti að kynna hvað krokodil eiturlyfið hefur gert við þessar neytendur í Rússlandi í dag sem hafa ekki efni á því að kaupa heroín. En að neyta krokodil, þetta viðbjörnslegt efni. Þetta ástand gerir það náttúrulega verkum að fólk ekki að leita í hreinustu efnin eða bestu efnin eða neitt slíkt. Þeir sem eru fátækir leita gjarnan í verri efni, þau eru útþynnt, það eru íblöndunar efni í þeim, mörg dauðsföll sem eru út af því og þannig að Krakk hefði aldrei orðið til nema hefði verið fyrir fíkniefnabannið. Akkurat. Jakob Björnsson. Já. Við langarum bara aðeins til að forvitnast að þið eru að tala verðin. Hvernig verðið á efnum til dæmis í Portúgal núna? Og líka ef verðið lægra, ætti þá ekki neyslan að auka svona með framboð og eftirspurn? Eða neitt fyrir Jú, framboðs og eftirspurn. Ég þekki ekki verðið í Portúgal, hvernig það núna. Og þeir eru nú ennþá með söluna ólöglega það ekki refsiverða. Þannig að það ekki víst að það séu svo mikil áhrif hvað það varðar. En lögmál framboðs og eftirspurnar flóknara en kennt í hagfræðibókum. Það ekki alltaf svo
það sé skortur á einhverju og hærra verð að eftirspurn minnki. Það er eiginlega, það má segja að fíkniefnabannið virki sem ein allsherjar markaðssetning á fíkniefnum. Það eru nokkur svona prinsippi, las ekki tíðan bók sölumennsku og þar voru nokkur hlutir þá að skapa svona glugga, þeir kalla á ensku window of opportunity til þess að kaupa vöruna. Þannig að ef þú veist það að þú hefur takmarkað tækifæri í tíma til þess að kaupa einhverja vöru, þá er fólk líklegra til þess að nýta tækifæri. Þannig að þess vegna eru sölumenn alltaf að segja að þetta tilboð rennur út á morgun þegar fólk er að síma sölumenn. Og það er dálítið þannig eins og fíkniefna heimur virkar að það er þegar fólk kynnist fíkniefnum kannski fyrst þá er það að sjá það einhvern veginn við það kringumstæður og það fær eitthvað tækifæri í einhvern stuttan tíma. Einnig er mjög mikilvægt í allri sölumennsku að koma að hugmyndum skort hjá fólk. Og ef það er hugmyndum skort þá vill fólk frekar kaupa hlutum. Þetta er eitthvað sem er eftirsóknarvert þar á leiðandi. Síðan þykir það mjög töff líka að nota hluti sem eru bannaðir og sérstaklega er það slæmt varðandi unglinga sem gangast upp í því í sinni sjálfstæðisbaráttu að gera hluti sem eru bannaðir. Þannig að þetta virkar ekki alltaf svona einfaldlega. Enda eru engin gögn sem að sýna það að neyslan minnki út af þessu banni. Ég fer að loka mælingaskrá fljótlega og svo gefið þeim kost að vera með lokaðan, það er ná hættupessa. Já. Nú er áfengi vímuefni líka, en nú sé ríkjum dreifing af því með ATVR-búðunum. Af hverju er ekki hægt að gera það sama með önnur skona fíkniefni sem við talum ólögum? Að sjá til dæmis ölgerðin sérum framleiðslu á gull, túborg, svo er þetta selt í ákveðum búðum sem ríkið sérum. Af hverju er ekki hægt að gera það sama og af hverju munur á efninu og hverju munurinn á hvernig er farið með efni. Þetta beinir þess að mig? Já, á okkur alla þannig. Ég byrja. Gjör svo. Ég kann enga skýringu á því að það er þá að löggjöfin sem hefur verið sett með þessum hætti að menn hafa vantanlega, þetta ekki arfur frá því öldum. Menn ólust upp við bruggari og brennivín og litur svo á það fyrir rest sem bara er eðlilega vímugjafa og svo er tilhengin svo að banna það sem er nýjast og leggja blátt bann við því. Ég held að þetta sé bara í kúltúr þjóðarinn, það sem er ólust upp. Það er alveg klárt mál að það er komið allt annað viðhorf til þessara ólöglegu vímuefna sem eru að lögum þannig skilgreind. Það er allt annað viðhorf til þeirra íslensku samfélagi í dag en það var fyrir mörgum árum. Löggjöfin hefur verið með þessum, eða löggjöfin er með þessum hættu og fyrir því hefur hingað til í það minnst ekki verið meiri hluti að breyta henni. Þetta er bara eina skýringin sem að svona hlutlæga sem að til. Það sem ég finnst það er alveg hægt að hugsa sér að sko ef viðhorf félaga mína hér í pallborðinu að veruleika þá er hægt að koma þessu örugglega fyrir með alls konar hættu. Men eins og að gerist í Bandaríkjunum þá var sett lögbann á áfengi og það bara sprakk allt og þetta er mjög frægur viðburður í sögu mannkynsins var að það var sett lögbann og það bara undir heimunum fóru á milljón. Ég meina, er það ekki svolítið dæmi að bara svona vice versa við því að aflögbanna fíkniefni? Til dæmis með því að setja lögbann á áfengi, ef við myndum gera það á Íslandi, þá myndi fólk bara fara að hringja í svona bjórsala eða fólk sem myndir brugga. Eins og undir 18 ára, eða undir 20 segir, þá er bannað að kaupa og neyta áfengi. Þá til dæmis þegar ég var yngri, þá hringdi ég númer, fór, hitti mann sem ég rétti peningum, ég fekk bjór í staðinn. Það hefur eiginlega verið svona alveg mjög langt tíma.
Þetta var bara þekkti sprútsala hérna á áður minni hendur. Davíð, þú segir ekki. Já, ég ætla bara að koma inn á skatta, sko. Skattlagning yfirleitt gegnum þess að fjármagna ríkið. Finnst ykkur eitthvað svolítið súrt að þið séu að taka þátt í þeirri fjármagnum með því að kaupa ykkur áfengi en þeir sem kjósa að neyta annarra fíkniefna gera það ekki? Það er eiginlega eini kosturinn við fíkniefnabannið að fíkniefni ekki skatta. Ég fagna því ef að fólk getur komist hjá því að borga skatta og þó að ég þurfa að gera það sjálfur. Þá er ég ekki öfundarmaður, þannig að ég samfagna þeim og þeir eru í þeirri stöðu, hvað það varðar. En einhvað síður, ef við kannum sleppu þá eru afleiðingar bannsins mjög miklar og mun verra að hafa þetta í þeim farvegi sem það er núna en ef þetta væri til dæmis í sama farvegi og áfengi. Reyndar varðandi það, þá af því að við vorum að nefna sprútsöluna, þá líka landasala og háir skattar á áfengi og þessi ríkisinkasala, hún veldur mjög háu verði á áfenginu og leitar frekar í verra áfengi heldur en þar fæst, eitthvað sem er framleitt við verri aðstæður. Þannig að ég held að þessi háu skattar séu líka slæmi. Má ég bæta við skottið á þessu sem hann var að segja. Landasala verra áfengi. Ein helst ástæða þess að fólk deyr þegar það notar fíkniefni er sú að það veit ekki hvað fíkniefni er. Það er ekkert gæðaeftirlit með framleiðslu fíkniefna. Og það er engin skaðsemisábyrgð þeirra sem framleiða fíkniefni eða þeirra sem selja þau. Það þýðir það, og það eru mörg og áberandi dæmi um það. Það var stelpa sem dó þegar ég var að skrifa ritgerðina í Hraunbænum, því hvort ég muni eftir þessu. Fótboltastelpa, tvítugur stelpa. Hún var að taka inn eitthvað efni sem hún hélt að væri pillur eða eitthvað og síðan var það einhver önnur efnasamsetning af efninu. Ef hún hefði getað keypt eða nálgast þetta efni með lögmætum hætti, þar sem að hefði verið leiðbeiningar um það hvað væri skammtur fyrir manneskju af hennar stærð og hennar þoli eða hvernig sem það er, þá væri hún sennilega á lífi. Og þetta er ekki einstaklega. Það er mjög mörg dæmi um þetta og mjög mörg dauðsföll sem á yfirborðinu eru talin vera vegna e-pillunar eru einmitt út af einhverju sem ekki er það efni. Þetta er þess að tvenn, bæði skammtastærðin. Það hefur mælst, einu sinni þegar ég gáði þá var styrkurinn í e-pillum til dæmis, það var 50-faldur munur á markaðnum og fólk veit ekkert hvað er hvað. Þannig að fólk kannski venst í að taka einhverja pillur sem eru á litlum styrk, tekur síðan einhverja sem eru á mun meiri styrk og tekur mun hættulegri skamt fyrir vikið. Þannig að þetta er bæði það, þetta er styrkurinn og það að ýmsu er blandað út í efnin eða efnin eru framleitt á ófullnægjandi hátt. Það eru 3 ennþá mældaská en ég loka henni núna eftir 10 sekundur. Ragnar? Góðan daginn, Ragnar Stjórn, ég er lögfræðingur, tækjabarnar faðir og fylgjandi lögleik líklega. Ég ætla að koma þetta með skattan eins og vann og þegar og beina spurninguna Kristinn kannski hans ítalega í formi. Nú vitum við svolítið grófum hætti hvað það kostar mikið af fjármunum að viðhalda þessu banni. Sem og við vitum með mjög grófum hætti hvað við erum að tapa miklu með því að vera ekki með innlenda framleiðslu og regluverk. Það er þá í fjármunum sem og í gæðum á þeirra vöru sem við erum að framleiða. Finnst þér réttlætanlegt að halda þessu banni áfram vitandi til dæmis hvað vantar mikið af fjármunum til dæmis í heilbrigðiskerfi, tækjabúnaði, aðbúna aldraðara og svo framvegis. Þannig að skil ég rétt sko, þetta talum að við getum fjármagnað þessa málaflokka með skattlagningu á og framleiðslu. Já, við vitum hvað erum að tapa miklu af það. Finnst það réttlætanlegt að viðhalda banninu áfram, bara út frá fjárhagslegum sjónum? Ég vil skilja þetta rétt sko. Já. Að skattlagningin
á neyslunni sem að kemur til þessu banni við aflegg. Já. Að við fengjum af henni miklar tekjur sem að tegja okkur til þess að fjármagna aðra móðurflokkar. Já, vitandi það hvað vantar mikið peningum í kerfinu og vitandi hvað þetta kostar. Finnst þú þá alveg réttlætanlegt að við þá planið barst og þessum sjónum? Nú rótarum við alveg í þessu sko, ég hef ekki þessar upplýsingar þennan hagnað sem af þessari starfsemi getur orðið. Ég gangi þá út frá því að neyslan sem sagt verði af einhverju ákveðnu magni væntanlega í þjóðfélaginu. Þú voru með tölurnar svo settar hérna fram á 30 milljarðar árið. Það er veldan, sagði Jóhannes sko á þessu. Það er andliðið efnanum sem er sem. Já. Þannig að þá skattlagning bæði á framleiðslu og vörusöfnum. Ég bara að segja sem heilbrigðisráðherra þá hef ég ekki áhuga á því að skattleggja fíkniefnaneyslu til þess að fjármagna einhver tiltekinn þátt í velferðarþjónustu. Hvers vegna eru skattlagðir þá Ég vil sem sagt ekki, mér finnst þetta ekki rök í málið með því að afnema lög að við getum á skattlagt neysluna og starfsemin sem að þessu leið til að fjármagna einhverja þætti. Mér finnst þetta ekki rök. Mér finnst þetta... Hvernig er? Ég er bara svona eins og ég er. Frekar stoltur að því. Sko, mér finnst það röksemdir fyrir því afnema bannilægt að vera önnur en þau að við erum að í skatti. Það er spurning glerinu hérna. Það er Arnór, hvað heiti ég. Mér langar að beina spurningu minni að heilbrigðisráðherra. Mér þykir mjög jákvætt að heyra viðbrögðin í dag og að þú færir svona frjálshyggjunni sem að Jóhannes og Gunnlaugur hafa svarað fyrir. Kalla einnig eftir líka Gunnlaugur að þú kynnir þér málið frekar, eins og þú segir þú hefur nú kynnt þetta spenn. En þú segist vilja breytingu, þú sagði það í opna ræðinni. Og mér langar að spyrja þig hvað þér finnst, hvaða hindranir standa í vegi fyrir þér og þess að beita þér fyrir frekara frelsi í þessu máli? Bara svo ég svarði því strax. Ég held að það sé fyrst og fremst fáfræði, vanþekking á viðfangsefninu, eins og ég talir hreint út. Þið sem mælið fyrir þessu og standið mjög keikir með ykkar skoðum, þið verðið einfallega að halda fleiri ræður eins og Jón Steinar gerði hér í kvöld. Þið verðið að vinna fleira fólk á ykkar band. Við verðum þá að bera það ábyrgð líka að kynna okkur betur ykkar röksemdir. Ég held að þetta sé ekki þannig mál. Það er liggja allar fyrir, hafa legið fyrir í mörg ár og þetta er mjög Ef það er það þá allt öðrum að kenna en ykkur að málið er statt í það á því stíi sem að það er, bara illvilja. Já, við getum alveg litið í einn bann, það er alveg rétt. En þú getur ekki sagt það. Þú verður að kynna þér málið. Ég er búin að margum að segja það Gunnlaugur, að ég ræði þessi mála ekki að mikið til þekking. Ég er margum að segja það hér í kvöld að ég ætla að kynna mér þessa hluti. Já, ég er búin að loka mælinskanum og það er klára 2 spurningar stuttar á salnum. Það er yst á Instagramum þetta. Já, þú voru að tala að löglega hér og það er morfín lögleg lyfseðilskýr sett út í búið. Lyfseðilskýr. Fólk er samt að rinja niður í þetta endar á svörtum markaðinu. Fleira rinja niður í út af læknadóminu en hinu. Þannig að ríkið hefur verið að níðungreiða dópið sem er að taka flest af mjög. Ég meina ég gerði það umtalsefni hér í einhverju svari mínu áðan. Hver ábyrgð opinberra yfirvalda í þessum markaði væri. Við værum í rauninni að fjármagna hluta þessu verki öllu saman með skatt í almennt í gegnum niðurgreiðslu á lífið. Það er bara alveg, það bara liggur fyrir. Því miður. Já, það er loka spurning og að henni lokinni þá því að leyfa framsögunum að koma í lokáð en það er þetta aftast skjörsvæði. Ég langar þess að spyrja Kristján að því hvaða ástæðu hann hefur fyrir því að vera í sama liði og dópsalanum. Þeir vilja nefnilega ekki löglega heldur. Nei, þeir vilja hins vegar selja mér og þér og öllum hinnum
Já, og spurði ekki sem varning og ég bara vil undirstrika það. Ég er ekki þeim megin, sko, ég skal hins vegar viðurkenna það að ég er í sama liði og þeir læknar sem er að fara illa með þessi ávanabindandi lyf sem að sjúklingar fá. Þar er ég í sama lið, en ég frábið mér það að segja að ég sé í sama flokki og dópsala gengi sem að ég ber akkurat enga virðingu fyrir. En myndur ekki vilja á skattekjurnar af 30 miljardar veltu kannski á fíkniefnamarkaðnum? Ég myndi nú helst vera laus við það að, bara svo ég svarið þér beint, ég myndi nú helst vilja vera laus við það að ríkið fengi einhverja nýja 30 milljarði skatta vegna þess að ég er þeirra skoðunar. Absolutt. Að þér og öllum öðrum einstaklingum í landinu sem betur treystandi til þess að fara með fjármuni sem þið búa til, heldur stjórnmálamenn. Þannig að þegar þið eru að tala um það að réttlæta þetta með þeim hætti, að ríkið fái eða stjórnmálamenn fái einhverja peninga fyrir þetta, þá segi ég það alveg klárt og kvitt. Grundvallarstefna og áhersla mín er sú að ég treysti ykkur sem einstaklingum betur fyrir fjármunum heldur mér sem stjórnmálamann. Það er bara þannig. Það var að loka það ef þið viljið, Jóhannes. Já, segja eitthvað að loka. Bara östuð, það er gaman að sjá að koma margir og greinlegt að það er svona töluverðan áhuga fyrir þessu. Og eins og ég segði áðan þá var ég fyrir jákvæðan vonbrigðum. En það eru kannski vonbrigði því ég hefði getað viljað spyrja erfiðari spurningum á Kristján. En einhvað síður, takk fyrir mig og takk fyrir komin. Gunnlaugur. Já, ég segja það sama. Ég var að vonast til þess að Kristján tæki vitlausari afstöðu og það hefði verið enn skemmtilegra en það var gaman. Ég held að það er alveg ljóst og það er alltaf þegar þessi mál er rætt. Rökin styðja öll einn málstað og þau eru mjög skýr, bæði siðferðsleg rök og með tilliti til notagildis, það er að segja hvað er heillavænlegast upp á að minnka skaðan af efnunum og minnka glæpinn. Og sama hvað það er, þá hefur ekki orðið svona breyting í áliti eða í hugrekki stjórnmálamanna, en það er greinilega skref í rétta áttina og það er frábært. Kristján. Mér þykir leitt að hafa haldið félögum mínum hér við borðið svona miklum jákvæðum vonbrigðum. Það skemma fyrir þeim að geta raunað yfir mig. Þetta er algjörum andstæðingi nokkura breytingar. Mér er það hins vegar gleðiefni að upplifa þennan fund vegna þess að ég tel að hann muni skila okkur fram á veginn í þessum efnum. Öll rökræða er af hinu góða og meðan við berum virðingu hvert fyrir öðru þá hef ég fulla trú á því að okkur muni bera í rétt átt. Ég vil taka þeim sérstaklega fyrir það að halda á lofti þessum sjónarmiðum því að þau eru nauðsynlega mínum að í þessar umræður. Ekki endilega það að ég sé þar með að lýsa yfir fullkomnu samþykki við allt það sem þeir segja, heldur tel ég þau nauðsynleg til þess að draga okkur hina áfram. Og ég er sannfærður um það að það mun leiða okkur til góðra niðurstöðu. En ég þakka Heimdalli sérstaklega vel fyrir þetta frumkvæði þessar umræður. Og takk fyrir ykkur fyrir að gefa okkur tíma til að koma og hlusta á fjallsíði okkur félögum hérna. Já, við að lokum bara þökkum stjórn Heimdallar fyrir að standa auðvitað þessu fundi. Ég þakka framsögvarum, ykkur sem mættuð og þeim þúsundum sem að horfa á þetta.